þegar ég tala velferðartækni, þá, fyrir þetta allt á stað hérna. Kannski bara ég hérna með einhvern forláta hring sem eitthvað að nýjasta tæknin ekki alltaf svo besta. En þegar ég tala velferðartækni, að þá erum við bara að tala allar þær tæknilegu lausnir sem að fólk getur nýtt sér til þess að stuðla sjálfræði, félagslegri þátttöku og lífsgæðum á eigin forsendum. Og ekki síst að þá þarf þetta náttúrulega að nýtast notendunum, en ekki síður kannski aðstandendum og fagfólki sem er með þennan aðila í sinni umsjón eða þjónustu. Og þetta nú skilgreining úr háskólaritgerð frá Önnu Lind Særúnardóttur sem held ég bara ágætt sem slík. Aðeins að pæli hvað erum við að gera hérna á Íslandi í þessu velferðartækni. Þetta eru bara allar lausnir sem að hjálpa okkur, svo við styttum þetta nú aðeins. Við höfum í mörg ár verið eftirbátar til dæmis Norðurlanda sem viljum miða okkur við í þessum málum og höfum setið svolítið aftarlega á merinni. En hins vegar mjög ánægjulegt að fjöldi aðila hefur svona allra síðustu árum verið að girða sig í brók í þessum málum og virkilega lagt bara tíma og peninga í það að skoða þessi mál. Og þá að tala eins og sveitarfélög, Landssamband eldri borgara hefur sýnt þessum málum mikinn áhuga. Nú heilbrigðisþjónustan sem slík og mörg heilbrigðisfyrirtæki sem að bjóða tæknilausnir. En kannski það sem hefur hreinlega bara háð þessu, svo maður tali nú bara hreint út, að til þess að svona tækni virki, að þá þurfa bæði starfsmenn sem að vinna við þetta og ekki síst notendurnir að hafa góða grunnþekkingu til að geta nota tæknina. Og það hefur kannski verið aðal vandamáli hingað til, að maður hefur skoðað í gegnum tíðina og síðustu árum fullt af spennandi lausnum, en svo þegar maður verið að hugsa í praktis, nei, þessi hópur sem við erum að þjónusta, hann mun ekki geta tileinkað sér það sem við erum að skoða. Þetta verður að bíða í nokkur ári viðbót. En núna hins vegar að opnast möguleikar því að það ákveðin svona grunnþekking hjá fólki og þeim sem að eldast, að fólki orðið vant í að vera með ýmis tæki og tól, þekkir snjallsíma, iPada og allt þetta, og sá hópur sem kannski nýrari í dag sem er svona sirka meðalaldur á hjúkrunarheimilum, að þessi hópur hefur bara ekki næga grunnþekkingu ennþá til að nýta sér þetta. Þannig að það eru bjartir tímar framundan í þessum málum og mörg skemmtileg viðfangsefni. Og ég ætlaði í rauninni bara að enda þetta spjall mitt hérna á nokkrum dæmum og ætlaði að byrja að sýna ykkur það að heitast á Hrafnistu í dag. Öll þekkjum við dúkkur sem að geta blikkað augunum og sagt mamma, en þetta hér er eins og ég segi, það heitast á Hrafnistu í dag. Það eru svona vélkissur eins og við köllum það. Þessi getur mjálmað og malað ef maður klappar henni og svo sleikir hún sig og færir sér til og allt svoleiðis. Og þetta erum við að nota með mjög góðum árangri, sérstaklega á íbúa hjá okkur sem eru með einstaklinga með heilabilun. Margir sem eru með þjásta heilabilun eru oft órólegir, en það að vera með dýr og svo sem börn líka, að þau hefur oft ótrúlega róandi áhrif. Og við erum í rauninni bara að nýta okkur þetta bara mjög mikið, þannig að það slegist alveg svona lausnir. Ég ætla að leggja hann hérna frá mér og sjá hvað hann er duglegur lengi, svo fer hann bráðum að kvarta yfir að ég klappa hann ekki nóg. Og við erum með eitt til dæmis raunverulegt dæmi einstakling með heilabilun sem var í rauninni mjög órólegur og var komin á mikil svefnlyf af því að svefnin var í algjöru rugli. Og eftir að viðkomandi fékk svona kött, þá hefur bara heilsufarið bara snarbreyst, þar sem að viðkomandi róaðist mikið, sefur með köttinn á nóttinni og notar engin svefnlyf, bara sefur með köttinn í fanginu. Þannig að þetta er alveg magnað dæmi. Og bara skemmtilegt, þetta þarf ekki alltaf að vera flókið. En ég ætla í rauninni að enda þetta á að sýna ykkur nokkur bara dæmi gegnum tíðina. Öryggissnappar, það er held ég kannski það sem að flestum dettur í hug í sambandi við velferðartækni hér á Íslandi. Nú erum fann að kvarta, ég klappa hann ekki nóg, sko. Þetta er lausn sem að mörg bara, eða nokkur svona öryggisfyrirtæki að bjóða og orðið þokkalega út svona, já, bara þekkt í samfélaginu.
Og það virkar þá þannig að aldraðir sem að búa flestir heima, að þeir eru með öryggisnapp á sér, annarkvort sem úr eins og við sjáum á myndinni eða hálsinn sem kannski algengara. Og ef eitthvað gerist, viðkomandi dettur eða einhver vandræðum, þá ýtir hann bara á takkan og þá komin einhver innan nokkra mínútna til að aðstoða viðkomandi, hvar sem það heimahúsum eða hvað. Og þetta náttúrulega algjör bylting fyrir þjónustu. Nú, mér langaði að sýna ykkur þetta hérna líka, símana, ég veit ekki hvort að flestir hérna muni eftir þessu. Þetta svona fyrsta svona velferðarbyltingin í þjónustu, þegar sérstaklega fyrir aldraða sem að hérna voru í miklum vandræðum með að hringja, að þá komu svona símar í fyrsta lagi með stórum tökkum. Þannig að þetta þótti algjör bylting og þvílíkar framfarir þegar þetta kom fyrir 20 ára með. Og svo þessi hérna vinstra megin sem með myndunum af fólkinu og þá gæstu bara ýtt á myndina og þá hringdi síminn sjálfkrafa þangað. Ótrúlega einfalt í sjálfu sér fyrir okkur sem erum í dag en alveg þvílíkt merkilegt. Nú, síðan ef við förum kannski áfram í þróuninni, þá sjáum við hérna salerni sem bæði hægt að setja upp í heimahúsum og verið að nota hluta til eða öllu leyti á hjúkrunarheimilum, þar sem að í rauninni, ég hef ekki að segja að þetta sé svona eitt það mesta privacy sem að fólk hefur í sínu lífi, það að fara á salerni, þannig að halda virðingu sinni sannarlega spennandi mál og svona tækni fleygir mjög hratt fram eins og myndina, þetta klósett sem þið sjáu hérna eða þetta salerni, það þessi til dæmis heitseta, þessi hópur sem við erum að þjónusta mun lengur að athafna sig við þessar þarfir heldur en við hinn og þannig að leiðandi getur verið mjög gott að hafa svona volgasetu hjálpa til og svo sjálfvirk hreinsun sem kannski aðalmálið í þessu sem náttúrulega alveg ótrúlega svona bara til að halda reisn að geta gert þetta sjálfur og þá einmitt hafa sumir verið að bjóða fram tækni í þessu eins og öllu öðru, þar sem eru 20 stillingar eftir hvernig þú vilt fá bunin á þig og það hópurinn sem við erum að þjónusta í dag ekki tilbúin í það, þannig að þetta þarf að vera einfalt það sem við erum með í dag en á komandi árum þá mun þetta verða flottar og meiri spennandi. Nú, ég held að sé örugglega verið að fjalla það öðrum stöðum hérna á þessari ráðstefnu, kannski svona mesta breakthrough í þessu ef ég má sletta hérna, svona þar sem eru rauninni mælingar á einum stað og úrlestur á öðrum stað. Ég geti held ég talað þetta bara einstaka verkefni í marga daga, þannig ég ætla að hlífa ykkur kannski við því, en það sem ég að meina með þessu að þetta rauninni algjör bylting að heilbrigðisstarfsfólk þurfi ekki að fara heim til fólks eða jafnvel inn á hjúkrunarheimilum eða vera að fara inn í herbergin, heldur rauninni getur fólk þá verið sjálft eins og konan hérna sem hérna megin fyrir að mæla blóðþrýstingin á sér, að hún niðurstöðurnar fara síðan til heilbrigðisstarfsmanns sem einhvers staðar annars staðar, hann les úr og spjallar við viðkomandi og í rauninni þarf ekki eins og að vera mæling á öðrum stað, þetta getur bara líka verið tjekk, bara hvernig hefur það, hringja 5-6 sinnum yfir daginn. En þetta allt háð því, eins og ég sagði hérna upphafi, þetta háð því að notandinn kunna nota þetta og hann þarf að vera með þetta einhvern veginn bara í genunum, hafa lært þetta eiginlega í barnæsku til að nota þetta því að það svona skammtíma minni sem fer oft fyrst hjá fólki og þetta þarf að vera svona innbyggt en þetta klárlega bara mun aukast bara hratt og mikið. Mér langar síðan að sýna ykkur hérna eina tækninýjung sem við á Hrafnistu vorum að skoða mikið en ákvaðum að þora ekki að fara núna allavega í bili. Ég veit ekki hvort þið sjáið almennilega hvað þetta en þetta svona gólf, þetta eins og eiginlega fiskinet getur við sagt sem svo, líkist því sem bara skynjur út allt og þetta rauninni net sem þú leggur yfir gólfið áður en þú setur loka gólfdúk eða parkett yfir gólfið og þið fattir hvað ég að meina. Þannig að þetta næri algjörlega yfir gólfið og í rauninni bara samsett af fjölda nema og þetta má síðan rauninni bara forrita eins og hver vill, þannig að þetta rauninni skynjar það hvort það stendur ykkur á gólfinu, hvort það ykkur að labba, hvað margir í herberginu, stendur einstaklingurinn, situr hann og þar af leiðandi getur skynjað hvort hann hefur dottið eða ekki og
í rauninni síðan óendanlega stillingar hvernig þú sendir boð til starfsmanns, annarkvort bara í farsímann hans eða skjá einhvers staðar. Þannig að við getum fylgst með þegar svona notað alveg öllum hreyfingum eða hreyfingarleysi. Það engin hreyft sig í herberginu núna í marga klukktíma, það verður einhver að fara á kíkjarnin. Og þetta í rauninni bara algjör bylting og verið að nota á nokkrum hjúkrunarheimilum og ég einmitt tók þessa mynd frá hjúkrunarheimili sem við skoðaði í Álaborg í Danmörku. En þetta mjög dýr lausn, svo þetta nú ekki verið neinn auglýsingamennska hérna. Og við í rauninni treystum henni bara ekki alveg. Við erum að opna nýtt hjúkrunarheimili núna á næstunni og við vorum mikið að skoða þetta en við ákváðum að treysta þessu. Þetta þarf að fara eitt level í viðbót áður en við erum tilbúin að borga fyrir þetta því að við höfum miklar áhyggjur af viðgerðarmálum að ef einhverju skynjar að fara að gefa sig að þá orðið megamál að gera við þetta. Það þarf að fara að rífa upp gólfið og það verður aldrei neitt vit í því. En hins vegar þetta alveg snilda lausn og klálega framtíðin, sérstaklega þegar okkur vantar starfsfólk og spara peninga og mikli möguleikar hérna. Nú, við á Hrafnistu erum hins vegar að fara í mjög skemmtilegt tilraunaverkefni með bresku fyrirtæki sem heitir CareVision sem verður mikil bylting í starfsemi hjúkrunarheimila. Erum að byrja tilraunaverkefni bara núna í febrúar og það í rauninni snýst það að kannski engin breakthrough í sjálfu sér en það snýst það að allt sem við gerum fyrir viðkomandi íbúa hjá okkur að það skráir starfsmaður í iPad. Þannig að hver starfsmaður á hjúkrunarheimili með iPad og skráir í rauninni allt sem hann gerir og þá ég bara að tala allt með stóru A sko. Og eins og við sjáum hérna fyrir aftan. Þarna kemur skráist inn hvenar starfsmaðurinn leit inn í herbyggi, hvað hann var lengi þar, hvað var hann að gera nákvæmlega, hann var að gefa lyf, almennt heilsufar, hvað viðkomandi vill borða eftir, hvað hann búinn að borða. Ég ætla ekki bara að tala upp í allan dag hvað í rauninni hægt að skrá þarna inn. Þarna auðvitað svona staðlaðar upplýsingar sem gott að vita eins og fyrir starfsmann bara með áhugamál. Þetta gömul handboltahetja úr Val, þannig að þegar ég labba inn sem starfsmaður þá get ég byrja að heilsa upp á Heiðar og sagt blessaður, ég man nú eftir þér í handboltanum í gamla daga. Þú varst nú þvílík hetja eða eitthvað þess sem gefur náttúrulega lífinu bara svakalegt gildi. Og þetta í rauninni allt annarkvort í táknum eða fyrirfram mótum setningum sem fólk getur valið úr. Og ég setti hérna sérstakt áhugamál hjá mér, lögun hægða til dæmis, það einn þáttur. Það 10 gerðir að hægðum í þessu prógrami til dæmis. Svo velur bara hvaða mynd henta þér, en ég skal ekkert fara nánar út í það að nálgast hádegismatinn. En outputið út úr þessu síðan eða það sem kemur út úr þessu, að það kemur rosalega nákvæmt sjúkraskrárkerfi og í rauninni hefur við skoðað nokkuð svona kerfi á Hrafnistu og erum að reyna að velja þetta sem fyrsta tilraunaverkefni því að þetta það langbesta sem við höfum séð fyrir okkar þarfir. Því að við erum ekki sjúkrahús, við erum svolítið öðruvísi og það kemur bara nákvæmlega allt sem gert fyrir viðkomandi. Þannig að aðrir starfsmenn geta séð hvað búið að gera fyrir viðkomandi í dag og síðustu daga og fylgst með öllu. Stjórnendur geta fylgst með hvernig gengur. Nú, aðstandendur fá síðan aðgang að hluta þessu, þannig að þeir geta séð það búið að kíkja hérna inn til pappa 4 sinnum í dag og hann borðaði þetta í hádeginu og drakk hérna þetta í kaffinu. Nú, heilbrigðisyfirvöld geta fylgst með starfseminni og alls konar eftirlitsaðilar og svo hægt að nýta þetta í rannsóknir á þjónustu við aldraða eða slíkt. Þannig að þetta í rauninni bara mjög spennandi kerfi en við erum eins og maður með allt í þessum geira að þá þetta bara tilraunastigi ennþá og við ætlum ekki að fara út í það að íslensk þetta nema að þetta virki vel þessar tilraunir okkar en þetta hins vegar verður algjör bylting og við erum rosa spennt fyrir að fara í svona mál. Nú, lokaorðið mín eru bara öldruðum fjölgar klárlega og hlutfall þeirra að stækka. Heilbrigðiskerfi vex en það hvorki til fé né fólk til að viðhalda núverandi ástandi með þessari fjölgun. Þannig að við þurfum að finna ýmsar aðrar lausnir til að leysa það að fólki líði vel í landinu þó það eldist eða þurfa á þjónustu að halda og velferðartækni klárlega eina mikilvægustu lausnunum í því sambandi. Mjög spennandi.
Það er í rauninni mjög spennandi áskorun sem býð okkar og möguleikarnir og tækifærin endalaust og þið sem eru að vinna í þessum upplýsingatækni geira, hér er bara framtíðin, sko, algjörlega. En gaman að vera með ykkur.